Ég svo lítil, ég sést ekki, það bara gaman því. Já, ég heiti sem sagt Hildur eins og fram hefur komið og ætla að fara hér á miklu hundavaði. Takk fyrir að vera hérna í dag og takk fyrir að taka þetta mikilvæga efni til umræðu. Þetta nú það sem ég ætla að nefna í dag og hendi bara hér upp svona svo að þið hafið aðeins yfirsýn og mun slá persónulegt hraðamet og vonast svo til þess að síminn logi af því að það langir svo marga að fá að vita meira. Hegðun heyrnarskertra barna og sko hegðun heyrnarskertra barna þurfum við eiginlega öll sem kennarar að vera meðvituð vegna þess að við vitum ekki endilega öll heyrnarskertu börnin. Og þegar barn heyrnarskert í skólastarfi þá sýnir það okkur með hegðun sem almennt kölluð óþekkt. Þau hundsafyrirmæli þau fara ekki eftir því sem þeim var sagt, einfaldlega þau heyrðu það ekki. Og það svo merkilegt með það að við vitum ekki hvað við heyrðum ekki og það gildir auðvitað börnin. Það ekkert barn sem mun koma til þín og segja þú gafst svo ansi góð fyrirmæli áðan sem mér kunnugt að ég mista. Þau veit ekki af hverju þau mistu og þess vegna mikilvægt að hafa í huga að börn sem fara ævinlega þvert á öll fyrirmæli mögulega heyra þau ekki fyrirmæli og hérna það þarf eitthvað svona að skoða þeirra stöðu, þau eru kannski bara að giska. Nú við þekkjum öll dreymandi börnin, þau sem eru bara svo dreymandi og eru svo mikið að hugsa eitthvað annað. Og það ekkert endilega það sem málið, þau eru mögulega löngu hægt að reyna að heyra, þetta bara svo mikil vinna eins og Regína sýndi áðan, það borgar sér bara að horfa út gluggann. Og þetta eru þættir sem við þurfum að hafa í huga áður en við þurfum að fylla út greiningapappírana. Hefur barnið forsendur til að fylgjast með? Þetta mögulega það að eru börnin mögulega ekki með athyglisbrest og hreint ekki neitt ofvirk? Þau eru bara að hamast við að reyna að lesa sjónrænt úr umhverfi, atriði sem við héldum að þau heyrðu. Og það vinna að heyra, börn sem eru með heyrnartæki, þau eru áfram heyrnarskert, það ekki búið að laga þau, þetta ekki leiðréttingaverkfæri og þau verða fyrir jafnvel enn meiri truflunum á umhverfisljóðum heldur en aðrir, þau þurfa að einbeita sér meira en hinn börnin til að greina að tala mál og leggja á sig aukna vinnu, þess vegna þurfa þau hvíld yfir skóladaginn. Og kannski mikilvægast að hegðunareinkenni því að það svo, sérstakt, að börn með heyrnarskerðingu, þau eru mjög fljót að læra hvernig heyrandi fólk haga sér. Svo þau taka upp og þau sitja svona og kinga kolli algjörlega stanslaust á meðan maður talar, því að það gera þeir sem eru að fylgjast mjög vel með. Og kennarinn í gleði sinni yfir barninu sem fylgist mjög vel með gerir enga athugasemd. Og þau kinga stanslaust kolli og þau eru fljót að fara eftir fyrirmælum en eru allan tíman að horfa á hvað manneskjan við hliðina að gera, af því þau vita að þar liggur heyrnin, ég gái bara hvað þessi við hliðina á mér gerir, þannig að maður er svona aðeins með augun til hliðar allan tíman. Það ekkert endilega búið að greina þessa krakka og hengja þau heyrnartæki, þannig að þetta atriði sem við þurfum öll að vera svolítið meðvituð Nú, breytt viðhorf í garð heyrnarskerðingar yfirheiti dagsheyrnar þetta árið og mikilvægt að hugsa í skólastarfinu að orðræðan hefur áhrif á sjálfsmynd barnanna. Ef við köllum, heyrið ekki hvað ég segi? Nei, ég heyri það ekki, ég hef ekki forsendur til þess að ég reyndar vissi það ekki, ég heyrnarskert, það eitthvað slæmt? Eru þið heyrnarlaus eða hvað? Þetta enda notað sko, bæða börnum og fullorðnum. Og viðhorfið skila sér til barnanna og við vitum það að alls þar jákvætt viðhorf það sem lykillinn að velgengni og ef heyrnarskert barn fær þau skilaboð úr umhverfinu að þessi minna virði en önnur börn og þegar ég síðu möguleika á að læra og minna erindi í framhaldsnám, þá auðvitað ljóst að við náum litlum árangri í menntun þeirra barna. Svo orðræðan í skólanum mikilvæg og hefur afdrifarík áhrif á sjálfsmynd þeirra og þess vegna skiptir líka máli þegar börnin eru heyrnarskert að við fullorðna fólki í kringum þau nálgumst heyrnartækin þeirra af öryggi og við tölum heyrnarskerðingu af virðingu og við mætum heyrnarskerta barninu þannig að það sjái frekar tækifæri heldur en hindranir.
Nú, uppröðun í skólastofu skiptir mjög miklu máli eins og framkom hjá Regínu og að því ég ætla að vera svona tímasparandi aðili þá bara ætla ég að segja frá því að ég til í aðstoða við uppröðun í skólastofu. Kennarar hafa alls konar trikk upp í erminni hvað þið hægt að gera og við getum gert alls konar sem að bugar ekki innviðina og kostar jafnvel ekkert mikla peninga og kannski eigum að kvarta meira. Þetta var mjög góður punktur og kennarar kvarta ekki nóg mikið. Að við tökum þetta bara á okkar herðar og býðum þannig reynslan orðin slík að við kunnum að keyra niður hávaðan í kennslustofunni. En við getum líka gert margt til þess að börnunum líði betur og búið til öruggara hlustunar umhverfi fyrir heyrnarskerta krakka og þá krakka sem eiga erfitt með að greina að tala mál sem eru miklu fleiri heldur en þau sem eru heyrnarskert. Og við getum gert þetta öruggara umhverfi með því að þau viti af því að það komi myndræn skilaboð. Það svo mikið af tæknilegum lausnum núna og skjávarpar í nánast öllum kennslustofum og ef að börnin geta treyst í, þú þarft ekki vera alltaf að fylgjast með umhverfinu til að gá hvort það eigi að fara að ganga frá, gá hvort það eru konar frímínútur, gá hvað var sagt. Ef þú veist það, að það kemur upp svona skjár þegar eru konar frímínútur, þú veist það að því að það svona, þetta heitir classroom.com sem þannig lengst til hægri og það hægt að setja upp hverja einustu stund og tölvan fyrir sjálf á milli og kennarann þarf ekki einu sinni að hugsa. Setja á ákveðið lag sem að segir, nú komin tími til að ganga frá, þegar lagið byrjar á myndbandi á skjánum, þá vita allir á að fara að ganga frá, maður þarf ekki að hlusta. Það þarf ekki að segja alla hluti, af því að það tekur orku að hlusta og við viljum að, ákveðna hluti viljum við að börnin heyri, þannig að þetta svolítið svona val. Nú, andstætt Óla, þá myndi ég vilja hafa hljóðkerfi í öllum kennslustofum. Eða svona raddverndandi búnað og það sem að og að kenna krökkum á hljóðumhverfið því miður þá það ennþá að einmitt lækka í börnunum og eitt af því að kenna þeim orðin, hvað þýðir hljóðumhverfið, hvað þýðir hljóðvist, hvað hefur áhrif á hljóðvistina í kringum ykkur. Af hverju kennarinn að tuða þegar það bankað svona í eitthvað, af hverju eigum við ekki að skrjáfa í nestispokanum á meðan við erum að hlusta sögu? Hvað getum við gert annað til þess að fá útrás fyrir fikt sem maður kannski heyrist ekki í? Og ég hef bara reynslu af því að þegar maður búin að kenna börnunum að orðaforðan kringum hljóðvistina, þá svo miklu auðveldara að segja, krakkar, þetta ekki vinnufriður, af því að þau vita hvað vinnufriður geta farið í það form. Raddverndandi búnaður hefur gríðarleg áhrif á hlustunarskilyrði og aga í kennslustofum, ekki síst að þetta agatæki á kennarana. Þegar við erum með svona hljóðnema og maður heyrir í sjálfum sér svona eins og hérna, þá fer maður ekki alveg eins mikið út víðan völl. Það verður agaðri ræðan eða agaðra það sem maður segir, kennarinn hugsa sig meira áður en hann tekur til máls og meðvitaður hann að tala við allan hópinn en til dæmis ekki með bakið í bekkinn og að tala við töfluna. Nú, það eru til þessir færanlegu nemendahljóðnemar sem þið sjáið þarna, það í sumum kennslustofum og mikið notað í öðrum Norðurlöndum, sérstaklega með heyrnarskertum börnum. Og þá gefur það heyrnarskertu börnunum tækifæri til þess að heyra vel, ekki bara rödd kennarana, heldur líka raddir barna og þá málnotkun sem börn hafa tamið sér. Nú að lokum vil ég minna á að það fleira sem gerist í skólanum en það sem tengist námi og við erum stundum dálítið meðvituð að heyrnarskerðingu barnanna rétt á meðan við erum að kenna þeim eðlisfræði og stærðfræði og allt þetta sem að okkur finnst að þau eigi að læra og okkur finnst að þau eigi að kunna en þau vilja mjög gjarnan líka vita hvað eigi að gerast í frímínútum og hvort það eigi að koma í sparinesti og hvernig jólapeysan eigi að vera eða hvernig hinir brugðust við þegar komið var að kynna það sem var í félagsmiðstöðinni. Og barnið heyrnarskert allan daginn nefnilega, ekki bara í skólanum heldur líka alls staðar, annars staðar.
Lengra ætla ég nú ekki að hafa þetta sinni, en hvet ykkur bara til að hafa samband við mig ef ykkur langar að ræða börn í skóla og heyrnarskerðingu og taka þá daginn í það.